Ok, hér komið jöfnunarheiti dæmi 7 og það þýðir að við eigum að finna hvað x og y þurfi að vera svo að báðar jöfnurnar stemmi. Nú það eru aðalega tvær aðferðir sem eru notaðar til að leysa þetta og ég ætla að sýna þær báðar. Það er ekki þar með sagt að ég sé eitthvað að rugla þig, heldur ætla ég að kynna báðar aðferðirnar svo að þú getur metið hvora þeirra þér líst betur á. Nú við skulum byrja á því að leysa þetta með svokallagri innsetningaraðferð. Þá einangrum við annarkvort x eða y úr annarri jöfnunni. Ég ætla að kjósa að einangra y úr fyrri jöfnunni og það ger ég með því að færa þessi 3x hingað yfir svo að jafna 1 verður því svona: y er jafnt og mínus 11 pluss 3x. Svona. Þetta ætla ég að merkja sérstaklega. Svona. Því að stað þess að nota y í seinni jöfnunni notum við þessa innsetningu. Nú þá verður jafna 2. Þannig að við ætlum að fækka óþekktu stærðunum og hafa bara eina óþekkta stærð í jöfnu 2. Nú við skrifum þetta hérna þá upp: x pluss 3 sinnum y, en taktu nú eftir því að við vorum búin að einangra y úr jöfnu 1 svo að til þess að fækka óþekktu stærðunum. Þetta er nú klúðuslegu svíi hérna, þetta teiknar almennilega. Þannig að hér ætla ég að hafa mínus 11 pluss 3x. Svona. Nú við skulum leysa jöfnu 2. Þetta átti að vera jafnt og mínus 3. Svo þessi sem nú haldið til haga. Nú við skulum leysa hana. Við höfum þá x, 3 mínus 11 eru mínus 33. 3 sinnum 3x eru 9x. Og þetta á allt saman að vera jafnt og mínus 3. Nú vinstri hliðin gefur okkur þá 10x mínus 33 er jafnt og mínus 3 og við færum hérna 33 yfir og fáum mínus 3 pluss 33. 10x eru þá 30 og við deilum með 10 beggja megin og fáum út að x-ið sé 3. Nú, þar með höfum við fundið út að x-ið okkar er 3. Þá er hins vegar bara hálfur sigur unnin vegna þess að við eigum eftir að finna y-ið. Nú, einfaldasta leiðin til þess að finna y-ið er að nota kassan sem við merktum áðan. Þannig að y-ið er hér bara svart á hvítu. Við fáum þá að y er mínus 11 pluss 3 sinnum x, en við vitum að x-ið er 3, svo við fáum mínus 11 pluss 3 sinnum 3 og y-ið er því mínus 11 pluss 9 og y-ið hlýtur þá að vera mínus 2. Hér höfum við báðar lausnirnar, x-ið er 3 og y-ið er 2.
Fyrirgeðu, nú var mér aðeins á í messunni, ég sagði að y væri 2, en hið rétta að y er klárlega -2. Svona. Núna ætla ég að sýna ykkur hina aðferðina, en hún er yfirleitt kölluð samlagningaraðferð. Hún byggir á því prinsippi að ef við erum með jafnstór gildi í plús og mínus, þá verður summa þeirra alltaf 0. Þannig að við reynum að hafa x-in jafnmörg en með sitthvoru merki þó, eða hafa y-in jafnmörg en með sitthvort merki þó. Nú við sjáum að við erum með 1x í neðri jöfnunni en -3x í efri jöfnunni. Þannig að ef ég tek það ákvörðun að eyða x-inu út, þá margfalda ég neðri jöfnuna með 3 til þess að fá til þess að fá 3x á móti þessum -3x-um. Ef ég hins vegar vil eyða y-unum út, þá margfalda ég efri jöfnuna með -3 til þess að hafa -3y á móti þessum +3y. En það skiptir í sjálfu sér ekki máli hvora leiðin er farin. Það þarf samt að velja hvora leiðina maður vill fara. Því að ef maður tekur einhver ákvörðun þá gerist auðvitað ekki neitt. Nú, ég ætla að kjósa að margfalda þessa neðri jöfnu hérna með 3. Nú, þá er efri jafnan -3x plus y jafnt og -11. En neðri jafnan verður 3x og 3 sinnum 3y eru 9y og 3 sinnum -3 eru -9. Nú, næsta skref er að leggja sama báðar jöfnunar í heilu lagi. Nú, við fáum að -3x plus 3x, þetta bara alfarið út. Og hér höfum við 1y plus 9y sem eru þá 10y. Og svo leggjum við saman neikvæðu tölurnar -11 og -9 og fáum þá -20. Nú, og svo deilum við með 10 beggja megin til þess að fá hvað 1y er. Þannig að y er -2. Nú, við þurfum einhvern veginn að finna út úr því hvað x-ið er. Þannig að ef við setjum þetta y til dæmis hér, þá fáum við bara út frá upprunalegu jöfnu númer 2 að x plus 3y verður það -2 og þetta á að jafngilda -3. Þá fáum við að x -6 er jafnt á -3 og x-ið er þá -3 plus 6 og x-ið er því 3. Svona.